Nú ætlum við aðeins að kíkja á talnarunur. Talnarunur er þegar við erum með tölur sem raðast upp í eitthvað ákveðna röð og það er ákveðið samhengi á milli talnanna. Þannig að ef við vitum 2, 3, 4 tölur í talnarunu, þá eigum við að geta haldið áfram og skrifa næstu 2, 3 tölur. Og við skulum skoða hérna nokkra talnarunur. Við byrjum hérna uppi. Þessi er rosalega einföld. Því að hér er mismunurinn, ef við bara byrjum á að finna, og það er það fyrsta sem við gerum þegar við leysum talnarunu, það er að finna hver mismunurinn er. Það er 1 hérna á milli, það er 1 hérna á milli og það er 1 hérna á milli, þannig að við bætum alltaf einum við, þá hlýtur að koma næst 5, 6 og svo framvegis. Í næstu talnarunu þá er þetta ekki svona einfalt. En hvað munar? 4 mínus 1 eru 3, það eru 3 á milli. 7 mínus 4 eru líka 3, 10 mínus 7 eru líka 3. Hér er alltaf bætt 3 við þegar við förum einum hærra, og því að 3 er alltaf á milli. Þá hlýtur að koma 13 næst og svo 16 og þannig getum við haldið áfram. Í næstu munar hérna 1, hérna 2, hérna 3. Ekki sama bil á milli, en hvaða tölur er þetta? 1, 2, 3, þá hlýtur að muna 4 næst og við fáum 11. Svo 5 og þá fáum við 16. Sjáðu hvernig ég nota það sem er á undan til þess að sjá hvað gerist næst. En þetta er ekki alltaf svona einfalt. Hérna sjáu þið að mismunurinn er 2, 6 og hérna 18. Og hvaða tölur eru þetta? Já, þetta segir mér nú ekki mikið. Hér, og svo get ég skoða það munar 4 og svo 12. Það er ekki hjálpað mér neitt. En er eitthvað annað samhengi hérna á milli? Fyrst að þetta hjálpar mér ekki. Jú, 1 og stækkar upp í 3, það þrefaldast. 3 upp í 9, það er líka þreföldun. 9 upp í 27, það er líka þreföldun. Þannig að við þreföldum bara 27 og 3 × 27 eru 8, 10 og 1. Og 3 × 81 er 243. Svona getum við haldið áfram. Næsta talnaruna, þá er mismunurinn 2, 4, 8. Það er ekki alveg beint að hjálpa okkur, en við sjáum samt að mismunurinn, jú, það hjálpar okkur því að mismunurinn tvöfaldast alltaf. Hérna voru 2 á milli, svo 4 og 8, þannig að það ætti að vera þá 16 á milli næst. Þannig að við fáum 31. Svo ætti að vera 32 á milli og þá ættum við að fá 63. Síðasta talnarunan er öllu þyngri. Hérna er mismunurinn 1, 5 og 25. Þá þurfum við að fara að spá í hvernig getum við stækka þessa tölu þannig að hún verði eitthvað nálægt þessu. Og við sjáum fyrst að það er 5 á milli hér og 25. Þetta verður eitthvað með 5 að gera. 25 er 5 × 5 allavega. Ef við prófa að margfalda 1 × 5, fyrst við fáum 5 hér, þá fáum við 6. Nei, 1 × 5 er 5, en við förum niður í 2. Ok, prófum að segja sinnum 5 mínus 3. Þá fáum við 2. Ef við segjum 2 sinnum 5, fáum við 10 mínus 3, 7. 7 sinnum 5 sinnum 5 er 35 mínus 3. Þannig að þetta er alltaf sinnum 5 mínus 3. Því fáum við ekki svona flóknar talnarunur. En ef við segjum 32 sinnum 5, þá fáum við 160 mínus 3 er þá 157. Svona get ég haldið áfram.